Leiðangurstjóri á Bandero, skipi Paul Watson samtakanna, segir skipverja reiðubúna að leggja lífið að veði til að stöðva hvalveiðar við Ísland. Viðbúið sé að skipið verði við landið eins lengi og þörf er á. Nærri 50.000 enn saknað eftir jarðskjálftana í Venesúela og vonir dvína að fólk finnist á lífi. Kona frá Venesúela sem búsett hefur verið á Íslandi í 10 ár segir erfitt að fylgjast með ættingjum og vinum úr fjarlægð. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir hægt að rekja minnstakosti 1300 dauðsföll til hitabylgjunnar sem gengur yfir Evrópu. Hitamet hafa fallið mjög víða í álfunni síðustu daga. Gólfhiti í nýjum húsum skapar kjöraðstæður fyrir silfurskottur til að fjölga sér, segir meindýraeyðir. Fleiri útköll í ný hús en gömul vegna vágestsins. Hann er 101 árs en fer í ræktina 4 sinnum í viku. Við hittum mann sem hugar vel að heilsunni þótt hann segist vera farinn að finna fyrir aldrinum. Gott kvöld. Leiðangurstjóri á Bandero, skipi Paul Watson samtakanna, segir skipverja tilbúna að vera eins lengi og þörf er á við Íslandsstrendur til að stöðva hvalveiðar. Landhelgisgæslan fylgir skipinu eftir vestur af landinu. Viðbúnaðurinn er að frumkvæði Landhelgisgæslunnar í samstarfi við dómsmálaráðuneytið og embætti ríkislögreglustjóra. Undirbúningur hefur staðið yfir frá því maí þegar hótanir Paul Watson samtakanna að binda enda á hvalveiðar við Íslandsstrendur fór að birtast á samfélagsmiðlum. Leiðangurinn sem kallast aðgerð 86 hefur vakið talsverða athygli utan landsteinana en helgina tók fréttaveita CNN viðtal við Paul Watson, forsvarsmann samtakanna. Þá hefur leiðangurinn orðið til þess að búið er að aflýsa fyrirhuguðum hátíðarhöldum í Vestmannaeyjum á miðvikudag í tilefni af 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar. Slökkt var á staðsetningarbúnaði Bandero áður en skipið sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu helgina og fyrst sinn sniðgekk áhöfnin kröfu Gæslunnar að kveikja á því en deilir nú staðsetningu á klukkustundar fresti. Hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 eru sömuleiðis með slökkt á staðsetningarbúnaði af öryggis ástæðum. We don't know the whereabouts right now, but we are hoping that people of Iceland will let us know if they see those ships, any boat captains in the area. Otherwise, we are on patrol and we are looking. We also have other people that are helping us as well, providing locations. Coronado vill ekki gefa upp hvar skipið Bandero en heimildir fréttastofu herma að það sé vestur af landinu. Hann segir skipverja sem telja vel á 3. tug viðbúna að vera við strendur Íslandsins lengi og þörf er á. Skipið sé útbúið eldsneyti og vistum sem dugi þeim í mánuð og þeir séu tilbúnir að fara til Írlands til að taka eldsneyti. We are a non-violent organization, but we believe in what we call aggressive non-violence, and we're ready to put our lives on the line to save those whales. Well, we'll use our ship, we'll use our bodies, and as I say, all non-violent means are available to us. We've never harmed anybody yet, and just as we did 40 years ago with the successful decommissioning of Collier 6 and 7, we are again prepared to take whatever action necessary to stop the further deaths of vitivators. Coronado er einn tveggja aðgerðarsinna samtakanna Sea Shepherd sem laumuðust inn í hvalstöðuna í Hvalfirði í nóvember 1986 og eyðilögðu tölvur og vélar með sleggjum. Sömu nótt fóru þeir að Reykjavíkurhöfn og söktu Hval 6 og Hval 7, 2 af 4 hvalveiðiskipum landsins með því að opna botnlokur. Vélarrúm fylltust af sjó og sukku á hálftíma. Enginn slasaðist en tjónið nam tugum milljóna króna. I definitely did not hope that I would ever be in this situation again, and I would like to say an apology to the people of Iceland because the last time I came here at night, I snuck into the country and I snuck out. I thought it was important this time to come during the day and let people know our full intentions in advance with the hope that the Icelandic authorities will take action. Myndatökumaður fréttastofu var í Hvalfirði á 7. tímanum í kvöld þegar Hvalur 9 kom inn til Löndunar með 2 langreyðar. Hvorki Bandero né varðskipið Þór voru þar sjáanleg. Og það er rétt að taka fram að fréttastofa falaðist eftir viðtali við Kristján Loftsson, forstjóra Hvals, en fékk ekki svör við þeim beiðnum.
Út í heim, ungum manni var bjargað á lífi úr húsarústum í Venesúela í dag nærri 5 sólarhringum eftir að 2 stórir jarðskjálftar riðu yfir. Staðfest dauðsföll að minnstakosti 1719 en óttast að mun fleiri séu látin því hátt í 50.000 enn saknað. Ekki hefur verið tilkynnt að eftirskjálfti að stærðinni 4,6 sem reið yfir í dag hafi valdið meira tjóni. Þúsundir mistu heimili sín í hamförunum. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venesúela, segir að bráðabirgðabúðir verði settar upp fyrir fólk sem á ekki nein hús að venda. Kona sem var bjargað ásamt 18 mánaða syni sínum eftir 32 klukkustundir undir rústunum segir að barnið hafi haldið sér á lífi. Yo siento que vuelo por los aires. Seguido de eso entro como sumergida en agua con tierra. Y seguido caí en un hueco que fue en la fosa que caí con mi bebé. Yo nunca solté a mi bebé, lo tenía en la mano izquierda. No sé cómo no lo solté. Fue algo obviamente indescriptible porque yo ya los daba por muertos. Y al verlo a él yo sentí que volvían a nacer. Kona frá Venesúela sem hefur búið á Íslandi í áratug segir að erfitt hafi verið að ná í ættingja í fyrstu. Hún safnar fé fyrir fórnarlömb skjálftanna með bókaútgáfu. Það var, daginn sem þetta gerist eða kvöldin sem þetta gerist, það bara datt allt út, allt rafmagnið og allt svona símalínur og allt það og það var, þá vorum við allir að reyna að ná í fjölskyldu og vinir og það var ekki hægt sem var hræðilegt. Rafmagn sé þó komið aftur á í meiri hluta landsins og hún hafi náð í allt sitt fólk. Sem betur fyrir allir bara í heilu lagi, það bara fínt. Það eru bara búin að vera smá efnilegt tap. En þetta því miður ekki svo leiðis hjá öllum og það bara fullt af fólk sem hefur látnir eða sem eru ennþá týndir. Jarðskjálftarnir hafi engu að síður haft mikil áhrif á skyldmenni hennar sem búa í borgunum Caracas og Valencia. Pabbi mín mjög hræddur og fólk bara ennþá hræddur. Hann var að segja mér það tók honum svona 2 daga til þess að stoppa að drilla. Það var svo erfitt fyrir hann. Hann líka fatlaður þannig að hann þurfti bara að hlaupa niður í blokkinni. Og hann búinn að keyra aðeins í Caracas og það bara allt í klessu. Helen ákvað sem útgefandi að gefa allan ágóða af sölu bókarinnar Mamma Mjöll og minningar hennar til fórnarlamba jarðskjálftanna. Það fyrsta skáldsagan sem kemur út í íslenskri þýðingu frá Venesúela. Helen fór síðast til Venesúela árin 2023 og 2024 stuttu fyrir kosningar í landinu. Hún segir jarðskjálftana hafa komið á erfiðum tíma í sögu landsins. Og þetta bara mjög erfitt af því að okkur fannst einhver veginn að Venesúela var að byrja, að fara úr þessu erfiðleikum sem búin að vera í langan tíma. Það fullt af fólki þar sem yndislegt og sem áskilin bara góð líf. Þetta mjög falleg land, fullt af frábær fólk og það bara mjög sorglegt að ímynda sér, að við vorum þar bara fyrir 2 árum og núna bara allt í einu Caracas og La Guaira næstum við farin. 6 voru skotin til bana í þýska bænum Stade í dag. Árásarmaðurinn var handtekinn ásamt 2 til viðbótar en þýska lögreglan segir árásina ekki af pólitískum meiði heldur fjölskyldumál. Rétt eftir klukkan 12 að hádegi að staðartíma var lögreglunni í Stade tilkynnt skothvelli. Es sind sofort Funkstreifenwagen zum Tatort gefahren und mussten dort feststellen, dass es in einem Wohngebäude oder in einem Gebäude mehrere Tote gab. Árásin var gerð miðsvæðis í borginni í nágrenni við þjónustumiðstöð fyrir ungt fólk. Stade 50.000 manna bær í klukkustundar akstursfjarlægð frá Hamborg. 5 létust á vettvangi, 4 konur og 1 karlmaður. Sá 7. lést af sárum sínum á spítala. Hinn látnu öll á fullorðinsaldri. Karlmaður sem talinn hafa framið árásina var handtekinn ásamt konu sem grunuð aðild að árásinni
og sá þriðji einnig í haldi lögreglu. Rannsókn hafin en lögreglan í Stade telur árásina ekki af pólitískum eða trúarlegum meiði heldur fjölskyldumál. Að minnsta kosti 1300 dauðsföll hægt að rekja til hitabylgjunnar í Evrópu síðustu daga. Þetta fullyrðir Alþjóða heilbrigðisstofnunin. Aftur spáð og yfir 40 stiga hita á næstu dögum á Spáni og í Portúgal. Í hitabylgju geta myndast kjöraðstæður fyrir þrumuveður og það hefur sannarlega sýnt sig síðustu daga. Kæfandi hiti gerði fyrst vart við sig vestanverða Evrópu en bylgjan hefur fært sig austur. Viðvaranir vegna hita eru meðal annars í gildi í Búlgaríu, Serbíu, Svartfjallalandi og Króatíu. Izbjegavam sunce, ali gledam da bude hlada. To su jednostavno temperature s kojima se naš organizam, pogotovo ako smo stariji ili ako se radi o jako mladim osobama, bebama, malo teže podnosi. Á Spáni og í Portúgal pásan stutt frá áköfum hitanum. Þar tekur að hitna aftur næstu daga og helgina spáð og yfir 40 stigum. Hitabylgjan óvenjulega skæð miðað við júnímánuð. Hitamet hafa ítrekað fallið víða í Evrópu síðustu daga. Í nokkrum löndum hefur verið mesti hiti frá því mælingar hófust. Það í Danmörku, Þýskalandi, Póllandi, Tékklandi og Ungverjalandi. Þá hafa hitamet í júní fallið í Bretlandi, Hollandi, Sviss og á Spáni. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að rekja með að minnsta kosti 1300 dauðsföll til hitabylgjunnar sem hófst 21. júní. Það eru álíka margir og allir íbúar Stykkishólms. Depuis la semaine dernière, on a des demandes de plus en plus et depuis ce week-end, notre funérarium est complet. On n'a plus aucune seule place et c'est dû à la canicule. En général, on est sur 3-4 familles en règle générale à s'occuper. Donc là, effectivement, on est x2, x3 sur la situation. Et en fait, c'est surtout qu'on ne peut pas répondre immédiatement en fait, aux demandes des familles puisque on ne sait pas en fait où emmener les défunts. Nous avons proposé aux autorités de mettre ce qu'on appelle des containers frigorifiques devant notre funérarium. On est en attente de leur accord. Og hingað heim. Fleiri útköll vegna silfurskotta í ný hús en gömul, segir myndiræðir. Gólfhiti skapar kjöraðstæður fyrir þær til að fjölga sér. Fólk alltaf jafnt svegt þegar það hringir í mig út af því ég í nýju húsi og ég fekk silfurskotta. Ég held þetta væri ekki í nýjum húsum, ég held þetta væri bara í gömlum húsum. En það er rangt, það bara mikið útköll í ný hús. Steinar segir silfurskottur oft berast inn í ný hús með pappakössum þegar verið að flytja byggingarefni á staðinn. Einnig geti þær komið upp úr lögnum sem standa opnar á meðan húsið á byggingarstigi. Fáið þið jafnmörg útköll vegna nýrra húsa eins og gamalla? Já, mér finnst að vera svona jafnvel meira í nýrri húsnæðum heldur en í eldri húsnæðum. Og þetta svona algengara í timburhúsum heldur en steinhúsum. Og timburhús hafa verið svona algengari byggingamáti hefur mér fundist undanfarin ár. Svona sérstaklega í einbýli. Það svo meira félagstöðum, meiri raki kannski í veggjum, þetta meira lifandi efni sem að hafast við í sko. Silfurskottur ljósfælnar og nærast helst á pappír, ryki, sykrum og lími. Steinar segir gólfhita í nýjum húsum skapa kjöraðstæður fyrir skotturnar. Það fíla það betur heldur en að vera með veggofna. Það heitara gólfið heldur en þegar með opna á veggnum. Þannig að ég frekar að finna þar í stærri hópum. Þá eiga þær auðveldara með að fjölga sér í þannig húsnæði. Það þrífast alveg vel niður að 35% rakastigi. Og til dæmis þar sem ég finn þar helst, það við útidýr. Þannig að fólk að koma inn á blautu skóm og það svona teppi á gólfinu eða motta. Og þar geta þær verið. Það við svaladýr, það hátt rakastig. Undir vaskaskapnum inn í eldhúsi, það hátt rakastig. Inn á baðherbergi, það alltaf hátt rakastig. Það svona algengasti fundastaðurinn, vaskahús líka. En þess á milli þá það á flakkinu allan sólarhringinn, eða alveg á nóttunni þegar það myrkur, út allt hús.
Þær eru forvitnar. Já, þetta er svona litli kólumbissa, ofvirka pöddur. Steinar segir þó óþarft að örvænta. Hægt sé að eitra fyrir vágestinum og yfirleitt dugi að gera það einu sinni. Stjórnvöld í Kreml gleðjast yfir óvissunni sem skapast vegna yfirlýsinga bandarískra ráðamanna brotthvarf hers frá Evrópu. Þetta segir fyrrverandi háttsettur valdamaður í varnarmálaráðuneytinu í Washington. Rússar eigi eftir að láta fyrir sér finna og Íslendingar fari ekki varhluta af því. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, fóru ekki í grafgötur með óánægju sína og Donald Trumps með bandalagsþjóðir í NATO á fundi varnarmálaráðherra bandalagsins fyrir 10 dögum. I'm announcing today a 6-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Up to 6 months, could be less. Hvað þetta þýðir óljóst og flestum virðist ljóst að vilji ráðamanna vestra stendur til þess að fækka herliði og herstöðvum í Evrópu. Jim Townsend sem starfaði áratugum saman í varnarmálaráðuneytinu í Washington og þekkir vel til Íslands, segir óvissuna sem þetta skapar gleðja Kremlarbændur. Putin and the Kremlin and the military up there in Murmansk and the Northern Fleet, I think they are watching with great curiosity and great interest. And a little bit of a celebratory approach. Rússar kunni að notfæra sér þessa óvissu og gera sitt til að bæði auka hana og kanna hvar mörkin liggja með því að senda dróna, kafbáta eða herþotur til að kanna viðbrögð bandalagsþjóðanna. En þeir viti þó ekki frekar en aðrir hver loka útkoman verður. But the way they deal with the unknown is to test. So I think we're going to see the Russian testing pick up even more. And I think Iceland might be seeing this too, as the Northern Fleet might send a submarine around or airplanes or something along those lines. And Iceland and Norway will be the first to see it. Townsend þó ekki á því að áhugi Bandaríkjamanna á Íslandi minnki. Hugsanlega fjölgi evróskum kafbátaleitarvélum í Keflavík, en vestra sé lögð áhersla á norðurslóðir eins og Danir og Grænlendingar hafi fengið að kynnast. And I'm sure that is on the minds of the Icelandic government and the people who work at the base, Icelandic Coast Guard. They're wondering about that too, and they have a great reason to wonder about it. But I believe that whether it's US P-8s or Allied P-8s, I think operating out of Keflavik today and into the future will be really important as long as we have an aggressive Russia that we're all having to contend with. Because those P-8s play an incredibly important role as the eyes and ears of the alliance. Bandaríkin og Íran halda áfram viðræðum frið í Doha í Katar á morgun. Talskona Hvíta hússins staðfesti þetta í viðtali við Fox News í dag. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsinga ríkjanna friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Nú hafa stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum enn samþykkt að slíðra sverðin og hefja viðræður að nýju. Efnahagsráðherra Palestínu bindur vonir við að friðarviðræðurnar skili árangri. Hann segir að Palestínumenn vilji lifa í sátt og samlyndi við alla, líka Ísraelsmenn, en Bandaríkin verða að fá Ísrael til að semja frið. Mohamed Al-Amour, efnahagsráðherra Palestínu, sótti ráðherrafund EFTA-ríkjanna hér á landi til að skrifa undir uppfærslu á landbúnaðarhluta fríverslunarsamnings Palestínu og EFTA. Þar sagðist hann vonast til að samningurinn gæti verið lóð á vogarskálarnar í friði í Palestínu. En hann horfir aðalega til friðarviðræðnanna sem nú eiga sér stað milli Írans og Bandaríkjanna og vonast til að samningar vopnahlé nái til allra Miðausturlanda, þar á meðal Gaza. But unfortunately, the current Israeli government and the Israeli settlers who are supported from their government is the source of violence, the source of instability in the region. Al-Amour vonast þó til að með aukinni viðurkenningu á sjálfstæði Palestínu verði friðvænlegra í Miðausturlöndum, en þar gegni Bandaríkin lykil hlutverki. USA can oblige the Israeli partners, the Israeli state, the Israeli issue to be within this process, within the peace for the prosperity of the whole world. Það eru kosningar framundan í Ísrael. Spurður hvort hann vonast eftir breytingum að þeim loknum segir Al-Amour að hann virði sjálfsákvörðunarrétt Ísraelsmanna. I think that this government is not easy for the world, not only for the Palestinians, but also for all over the world, for the American people, for Europe, for
all the international community. We hope the future will be better. Frá Palestínu yfir hinn friðsama Skagafjörð því Háskóli Íslands á Hólum nýtt heiti Hólaskóla í Hjaltadal frá og með 1. júlí. Háskólinn á Hólum ekki að fara neitt að sögn rektors. Háskóli Íslands miklu frekar að koma norður í Skagafjörð. Það var kátt yfir mannskapnum í Hjaltadal í dag þar sem undirritaður var samningur að Háskólinn á Hólum og Háskóli Íslands sameinuðust undir því sem kallað háskólasamstæða. Það hefur verið talsverður aðdragandi. 2023 var undirrituð viljayfirlýsing, tæpu ári síðar kvittað undir samkomulag grunnatriði stjórnskipulags. Í apríl 2025 var síðan undirritaður annar samningur. Í dag var loka undirrituninni svo fagnað því háskólasamstæðan tekur til starfa 1. júlí. Stærstu breytingarnar fyrir starfsfólk og nemendur eru í auknu aðgengi að stóðkerfi, mjög sérhæfðu og sterku og stóru stóðkerfi við Háskóla Íslands og síðan svo áformum að byggja hérna upp. Samningnum fylgja loforð að styrkja innviðina í Skagafirði en vel unnarar skólans hafa lýst áhyggjum af skorti á viðhaldi á byggingum. Það voru sett hérna ártöl inn í samkomulagið, þannig að það þarf að vera búið að gera ákveðna breytingar og uppbyggingu fyrir ákveðin tíma. Auk viðhald segja að efla þær greinar sem einungis eru kenndar á Hólum eins og hestafræði og fiskeldis og fiskalíffræði. Hólarektor segist hafa fulla trú á að stofnun samstæðunnar verði báðum skólum til heilla. Með þessu formi sameiningar haldi skólarnir sinni sérstöðu þó yfirstjórn verði sameinuð. Rektor Háskóla Íslands afhendi ráðherra og hólarektor barmmerki með merki nýju samstæðunar. Merki HÍ á bláu Íslandskorti. Fyrir okkur og þá bara hjálpar þetta okkur að uppfylla það markmið að vera háskóli alls landsins og við verðum þetta með þessa starfstöð hér sem að verður svona við hliðina á fræðasviðunum 5 sem að starfa við HÍ núna. En að auki þá erum við að flytja stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands, höfuðstöðvar hennar hingað. Háskólaráðherra segir áskoranir samtímans vera slíkar að það sé nauðsynlegt að efla háskólana. Ný lög hafi opnað á frekara samstarf eða sameiningu. En nú verður bara hver og einn skóli að taka ákvörðun hvert næsta skref hjá þeim er. Þið eru ekki komin á stað með að fá einhverja fleiri undir þessa samstæðu? Við höfum átt alls konar samtöl en þetta verður ekki gert með báðuvaldi. Og við lokum þetta. Guðmundur Einarsson, 101 árs Reykvíkingur, lætur ekki deigan síga þegar líkamsrækt annars vegar. Hann mætir 4 sinnum í viku í ræktina og gerir þar fjölbreyttar æfingar. Og sjáu þið hvernig duglegur, 101 árs gamall og fullu í líkamsrækt. Vel gert, flott hjá þér. Íbúar á sléttunni í Fossvogi sem eitt af hrafnistu heimilunum duglegur að hreyfa sig og gera alls konar æfingar, hvort sem það inn í sal eða í tækjasalnum, þar sem Guðmundur mætir nokkru sinnum í viku en hann fæddur 25. desember 1924. Ég fer hérna á mótnana, ég hérna í tækin og svo út að ganga þegar gott veður. Og þetta heldur þér í góðu formi? Já, ég held að ég náttúrulega, finn fyrir því að ég orðinn eldri en ég reyni að gera eins og ég get að hreyfa mig. Ég held að það sé alveg mikið atriði á að hreyfa sig. Guðmundur segist vera allsæll á sléttunni, þar líði íbúum mjög vel og þjónustan sé góð en hann þar í dagvistun. Hvernig að vera orðinn 101 árs gamall? Já, það bara ágætt í sjálfu sér. Guðmundur Vesturbæingur, fæddur og uppalinn þarinn á ætti sínar reki Sandvíkur hreppinn hinn forna sem tilheyrir nú sveitafélaginu Árborg en hann var alltaf í sveit á bæ þar á sumrin. En hver skildi vera uppáhalds maturinn hans Guðmundar og það kannski maturinn sem gerir hann svona sprækan samhliða líkamsræktinni? Það nú bara fiskur. Það fiskur, það uppáhaldsmaturinn. Sérstaklega bleikja og fiskur. Annars ég nú eiginlega vanur öllum mat, Og þú heldur áfram með líkamsræktinni? Já, ég gerir það á hverju mótni. Ég hér 4 daga í viku. Og þá að veðri. Suðlæg átt 5 til 13 og dálítil rigning á morgun en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind vestanlands annað kvöld. Hiti 8 til 18 stiga deginum, hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum.
Nánar veðrið að loknum íþróttum. Martin Hermannsson, landsliðsmaður í körfubolta og nýbakaður Þýskalandsmeistari verður með karlalandsliðinu í lokaleikjum undankeppni HM. Hann segist leggja sífellt meira á sig til að vera heill eftir því sem árunum fjölgar. Það tími ég er að vinna gegn honum. Hermann Hreiðarsson var í dag rekinn úr starfi þjálfara karlaliðs Vals í fótbolta. Chris Brassell, aðstoðarþjálfari, tekur við í bili en eftir tímabilið tekur Halldór Árnason fyrrumþjálfari Breiðabliks við. Og 32 liðúrslit HM í fótbolta héldu áfram í dag og mættust Brasilía og Japan í fyrsta leik dagsins. Íþróttir eftir andartak. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Leiðangurstjóri á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segir skipverja reiðubúin að leggja lífið að veði til að stöðva hvalveiðar við Ísland. Viðbúið sé að skipið verði við landið eins lengi og þörf er á. Nærri 50.000 er enn saknað eftir jarðskjálftana í Venesúela og vonir dvínum að fólk finnist á lífi. Kona frá Venesúela sem búsett hefur verið á Íslandi í 10 ár segir erfitt að fylgjast með ættingjum og vinum úr fjarlægð. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir hægt að rekja minnstakosti 1300 dauðsföll til hitabylgjunnar sem gengur yfir Evrópu. Hitamet hafa fallið mjög víða í álfunni síðustu daga. Gólfhiti í nýjum húsum skapar kjöraðstæður fyrir silfurskottur til að fjölga sér, segir meindýraeyðir. Fleiri útköll í ný hús en gömul vegna vágestsins. Hann er 101 árs en fyrir ræktina 4 sinnum í viku. Við hittum mann sem hugar vel að heilsunni þótt hann segist vera farinn að finna fyrir aldrinu. Þessum fréttatíma er að ljúka, komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna á ruv.is allan sólarhringinn en við þökkum ykkur samfylgdina. Verið sæl.